Brotið á erlendu starfsfólki í skammtímavinnu og því hefur fjölgað, segir formælandi ASÍ og líkir við þensluskeiðið fyrir hrun. Pólska sendiráðinu hafa borist kvartanir slæma meðferð í sumar, þær voru engar í fyrra. Svo virðist sem færst hafi mjög í aukana að brotið sé á erlendu starfsfólki sem kemur hingað til starfa í skamman tíma. Þetta er mat ASÍ og pólska sendiráðsins. Það er mikill uppgangur í byggingariðnaði og í ferðaþjónustu og hér er til dæmis verið að byggja hótel, enn eitt hótelið í Reykjavík og það er unnið langt fram á kvöld. Við skynjum mjög sterkt að við séum svolítið endur upplifa ástandi sem var hér í þensluskeiðinu fyrir hrunið 2008. Over the course of the summer, we have received several signals of work-related irregularities. Some of them involved overdue payments of salaries. Others were concerned with some actual terms and conditions of employment differing from what was agreed upon before the arrival to Iceland. But this is a fairly new phenomenon for us. For instance, last year we received no such signals. Halldór Grönvold segir vandann fyrst og fremst eiga við erlend fyrirtæki sem komi hingað með starfsmannaleigur sínar og svo fyrirtæki sem hér starfi í skamman tíma. Við erum að sjá að þessi fyrirtæki að brjóta á sínum starfsmönnum með ýmsum hætti. Það tengist þeirra launakjörum, það tengist þeirra aðbúnaði og síðan fylgir gjarnan að þessi fyrirtæki að skjóta sér undan því að standa skil á sínu gagnvart okkar samfélagi gegnum skatta og skyldur. En það að koma betur og betur í ljós að hér er umtalsverð fjöldi erlenda starfsmanna í vél- og málmtækninni sem eru bara ekki skráðir. Guðmundur segir að vandkvæðum hafi verið bundið fyrir fyrirtækin að skrá inn upplýsingar hjá Vinnumálastofnun. Langmikilvægast sé að koma kerfinu, það er eftirlitun og eftirfylgnin í lag. Félag vélstjóra og málmtæknimanna er til dæmis með ráðningarsamning manns frá Rúmeníu. Hann tilgreindur sem velder eða svona suðumaður. Hann er skráður þar með 10 evru laun á klukkutíma og það vantar að talsa upp á hann sé á lágmarkslaunum samkvæmt taxta VFM. Þeir Pólverjar sem kvarta hafa til sendiráðsins eru allir fyrir skammtímavinnu. Sendiráðið hefur getað beint þeim réttar leiðir í kerfinu en Róbert segir suma þeirra vera hrættum að missa vinnuna ef þeir kvarti. We've also heard about an instance where the employer threatened his workers with deportation to Poland, which obviously under these circumstances is an absurdity and impossibility. Halldór hjá ASÍ segir vandann tengjast tveimur greinum, byggingariðnaði og ferðaþjónustu. Þar erum við mjög mikið að sjá brot á ungmennum. Þau koma hingað í eitthvað sem er kallað starfsþjálfun, launalaust, en eins og ég segi, felst síðan í raun og veru í sér bara launavinnu og sem er þá ólaunuð og algjörlega á skjön við allt það sem hér gildir. Færst hefur í aukana að brotið sé á erlendu starfsfólki á starfsvæði stéttarfélagsins Framsýnar í Norðurþingi að undanförnu. Málin varða fyrirtæki í ferðaþjónustu, matvælaiðnaði og byggingariðnaði og snerta tugi manna. Bæti fyrirtækin ekki ráð sitt verða málin kærð til lögreglu. Starfsvæði stéttarfélagsins Framsýnar er fyrst og fremst í sveitarfélaginu Norðurþingi. Á vefsíðu félagsins kemur fram að undanfarið hafi komið nokkur óvenju ljót mál inn á borð félagsins eins og það er orðað. Aðalsteinn Árni Baldursson er formaður Framsýnar. Það er bara þannig við höfum verið að fá eftir nokkur ljót mál sem tengjast byggingariðnaði og matvælaframleiðslu og ferðaþjónustunni og þetta er svona, það er bara verið að hlunnfara fólk, það er verið að bjóða í kjör sem standast ekki í íslensk lög og reglur og þetta er uppistaðan erlendi starfsmenn sem koma hér til starfa í skemmri tíma, nokkra mánuði. Aðalsteinn Árni segir að bæði séu að ræða tilvik sem tengjast uppbyggingunni sem á sér stað meðal annars vegna framkvæmda á Bakka en einnig séu að ræða rótgróin fyrirtæki á svæðinu. Þetta varðar 10 manna og hjá þessum fyrirtækjum þannig að við erum að tala 10 manna sem þetta kemur við, það er bara þannig. Aðalsteinn segir að fundað hafi verið með forsvarsmönnum ASÍ og Starfsgreinasambandsins vegna þessa og hann hafi áhyggjur af því að brot sem þessi séu stunduð víða land. Hann segir að verið sé að vinna með fyrirtækjunum og þeim gefin tækifæri á að bæta ráð sitt en gangi það ekki eftir verði gripið til viðeigandi aðgerða. Og jafnvel þurfum við að snúa okkur til lögreglu og skattayfirvalda sem við teljum að sé verið að brjóta íslensk lög og skatta. En við erum að tala hrein og klár lögbrot. Já, það er bara liggur fyrir, það er bara í nokkrum tilvikum bara lögbrot, já. Þetta var Aðalsteinn Árni Baldursson, Freyja Dögg Frímannsdóttir talaði við hann.
Kjör sem sumum erlendum starfsmönnum eru boðin hér á landi eru nútíma þrælahald, segir formaður vélstjóra og máltæknimanna og vísar í ráðningarsamning sem ASÍ telur alvarlegt brot á lögum og kjarasamningum. Brotið alvarlega á réttindum sumra útlendinga sem koma hingað til starfa að mati ASÍ og félags vélstjóra og máltæknimanna. Ráðningarsamningur sem Vinnumálastofnun hefur til skoðunar sýnir lægri laun, lengri dagvinnu og engan veikindarétt. Eftir að VFM, félagi vélstjóra og málmtæknimanna, báru spurnir af Rúmenum sem væru hér við störf, óskaði félagi eftir því að Vinnumálastofnun færi fram á ráðningarsamninga. Hún gerði það og sendi svo ráðningarsamning Rúmena til félagsins til umsagnar. Greiddar eru 10 evrur á tíman fyrir starf sem vélgæslumaður og tímabil dagvinnu 12 stundir. Í umsögn og greinargerð aðstofaframkvæmdastjóra ASÍ koma orðin alvarleg brot fyrir í fjölda málsgreina. Þá held ég sé eiginlega ekkert í honum sem að uppfylli lög og reglur hér á Íslandi varandi það sem þarf að uppfylla svo að svona einstaklingum megi koma hingað og vinna. Verið að brjóta alvarlega á honum? Já, þetta meira en alvarlega. Þetta náttúrulega bara, ég myndi bara segja að þetta væri bara nútíma þrælahald. Þessi einstaklingur hefur akkurat engin réttindi. Guðmundur segist vita nokkra sem vinna samkvæmt sambærilegum samningi en maðurinn kom hingað til lands í gegnum fyrirtæki eða starfsmannaleigu í Rúmeníu og starfar hér á vegum íslensk fyrirtækis. Hvað munar miklu á tímakaupi? Já, það þarna minnst ótti 400-500 krónur varandi þetta sem við erum að sjá. Þá sé ekki ljóst á ráðningarsamningnum hvort maðurinn verktaki frekar en launþegi. Og þá eru kjörin hans ennþá verri. Í samningnum segir að maðurinn megi ekki vinna beint við íslenska fyrirtæki næstu 5 ár án samþykkis rúmenska fyrirtækisins, ellegar þurfi maðurinn að greiða $25.000 sekt. Í bréfi ASÍ til Vinnumálastofnunar segir að stofnunin ætti þegar í stað að krefjast þess að rúmenska fyrirtækið lagfæri samninginn eða geri nýjan sem uppfylli lög og kjarasamninga en leggi annars dagsektir á fyrirtækið. Og ég bara undra mig á því að nokkur Íslendingur bara, skulum við segja, sem reka fyrirtæki á Íslandi skuli bara detta í hug að leggja svona ráðningarsamning inn til opinberra stofnunar sem á að hafa eftirlit með því að lögum starfsmannaleigur og skattalega meðferð þessa einstaklinga sé uppfyllt. Vinnumálastofnun barst greinargerðin rétt fyrir helgina og að vinna í málinu. Forstjóri Vinnumálastofnunar segir hann sjái skýr dæmi að erlendum starfsmönnum hér á landi séu greidd laun sem séu lægri en mannsæmandi að bjóða. Ekki eigi að líðast að íslenskir verkkaupar greiði undir lágmarkslaunum. Hann vill fara í vinnustaðaeftirlit með ríkisskattstjóra og vinnueftirlitinu. Hjá Vinnumálastofnun má segja að dæmið hafi snúist við. Í stað þess að atvinnulausir séu skráðir þar í hrönnum, þá ekki hægt að manna öll þau störf sem í boði eru nema fá til þess erlend vinnuafl. Mér sýnist að það sé alveg skýr dæmi það, að það sé að koma hér til starfa fólk til þess að vinna að byggingaframkvæmdum, virkjunarframkvæmdum og svo náttúrulega eins og við vorum að nefna þjónustustörfum fyrir íslenska verkkaupendur á launum sem eru lægri en mannsæmandi að bjóða. Hann hafi áhyggjur af því að íslenskir verkkaupar séu hvatinn af því að slík viðskipti fari fram og hann vill höfða til ábyrgðar þeirra. Hvort sem það eru byggingafyrirtæki, stór, þess vegna opinber fyrirtæki sem að vinna að framkvæmdum, að þeim beru þetta að tryggja það að verkefni á þeirra vegum sem þau eru að borga fyrir séu ekki unnin með starfsfólki sem verið að greiða undir lágmarkslaunum. Það bara algjörlega útilokað. Gissur segir brýnt að Vinnumálastofnun, ríkisskattstjóri og vinnueftirlitið fari saman í vinnustaðaheimsóknir. Það fyrst og fremst þannig sem að þessi mál skýrast, að það sé raunlega í beinu eftirliti en ekki svona, tímafreku skrifborðseftirliti eins og nú kannski við höfum verið að fást við fram að þessu. Byggingasvæði á Urriðaholti í Garðabæ var lokað í dag í heimsókn lögreglu og eftirlitsstofnana. Það verður ekki opnað aftur fyrr en gerðar hafa verið úrbætur. Herða á tökin í eftirliti með fyrirtækjum þar sem grunur leikur á brotum á lögum og reglum. Fréttastofan hefur sagt frá vaxandi fjölda erlendra starfsmanna hér á landi og báum kjörum undanfarið. Forstjóri Vinnumálastofnunar sagði í fréttum í fyrrakvöld að svo virti sem að erlendum starfsmönnum hér væru greidd lægri laun en mannsæmandi væri að bjóða. Nú hefur Vinnumálastofnun, vinnueftirlitið og ríkisskattstjóri tekið höndum saman eins og gert var fyrir nokkrum árum og farið var í fyrstu vettvangsferðina á vinnusvæði í Urriðaholti í morgun. Við sendum 4 menn og það komu við líka mannafli frá hinum stofnunum 2 og svo lögreglunni
og við teljum þetta að vera árangursrík aðgerð og við höfum það í hyggju að halda samstarfið þessu áfram. Með í för voru líka fulltrúar frá stéttarfélaginu Byggiðin. 30 manns voru við störf á svæðinu hjá nokkrum fyrirtækjum. Vinnueftirlitið ákvað að loka svæðinu á staðnum. Töluvert miklu var ábótavant, þá aðalega fallvörnum á vinnupöllum. Öll vinna á svæðinu verður bönnuð þar til gerðar verða úrbætur í samræmi við kröfur vinnueftirlitsins. Því miður þá hefur það verið reynslan undanfarið að það er eitt og annað að hvað varðar mannvirkja gerð. Megið að þá atvinnurekendur búast við að fá heimsóknir frá ykkar hópi áfram? Já, við höfum reyndar verið með mjög víðtækt skatteftirlit núna á þessu ári. Við erum búin að fara út í á 1200 fyrirtæki til þess að kanna hvernig staðan er og það er engin áform það að slaka á því.